sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég sagði áðan þá förum við hérna úr fótboltanum yfir í körfuboltan og ég kom að línuna einna þeim köpum sem eru hvað mest á bak við tjöldin hérna á karvan.is. Reyndar hann náttúrulega nýkominn úr einu fríi og nú að fara svo til Berlínar að sjálfsögðu að fylgjast með strákunum okkar og það hörðu til Túníus Konti blessa á sællöfningi. Blessaður. Hvernig hefur það? Ég hef það bara fínt. Hvaðan varst þú að koma? Ég var að koma frá Spáni. Já. Suðurströnd Spánar. Og það hefur ekki verið mikið körfubolta þar núna svona yfir sumartíman? Nei, það fór lítið fyrir því. Maður sá annars lagi svona gasóltreyður og svoleiðis hjá krakkonum og fólkinu bara. Þú tekið allan eftir því að gasól væri svona hvað vinsælastur hérna á Spáni? Já, það fór mikið fyrir því og náttúrulega Rubio, ekki Rubio. Það var bara á honum líka. Já. En nú það náttúrulega landslið okkar íslenska, það bara þessi veisla núna bara hefjast eftir 5 daga? Já, við heldum þarna út á föstudaginn, ég og Jón Björn, ritstjóri, Skúli verður farin hérna daginn áður sem að fara ljósmyndar með okkur og þannig að þetta fer bara að skella á og fór væntanlega hefst mótið svo laugardaginn. Og já, fyrsti leikurinn einmitt gegn heimamönnum í Þýskalandi á laugardaginn klukkan 1 á íslensku tíma. Já. Þetta Þýskalið, það náttúrulega ekki Stjörnur á við Dirk Nowitzki í því eða hann þarna? Dirk Nowitzki, já, hann var alltaf búinn að gefa út að hann alltaf vera með, sko. Ég ætla rétt að vona að það klikki ekki, sko. En þetta verður rosalega gaman fyrir strákan okkar að fást takast á allavega við hann en Jón Arnór þekkir hann nú síðan hann var að taka þátt þarna með Dallas Mavericks og áður. Þannig að þeir eru nú gamli kupunar. Já, þannig að það verður ófá Stjörnunar þarna sem mæta, en hvað veistu, það náttúrulega svona á miðvikudaginn, þá náttúrulega erum við skráðir gegn Spánverjum og já, veistu til þess að gasólbræður og fleiri verða mitt í Spáni, þetta bara NBA leikmenn hérna? Já, ég veit ekki betur en að þeir mæti bara með sterkasta lið, sko. Þeir það verða þarna gasólbræður, Rubio og líklega hann Fernandes, man ekki fyrir nafnum en og fleiri kallar, sko, Húsi Calderón ekki, minni með að sé Spánveri og svo margir aðrir spillingar hana sem í NBA-deildinni, þannig að þeir væntanlega, ef við minnir rétt þá verður þeir ríkjandi meistarar, þannig að þeir væntanlega koma til með að berja start að verja titilinn. Og já, við Sunnlendinga, við höfum náttúrulega fulltrúa þarna, hann Ragnar Nathannesson, hann í íslenska hópnum. Já, það er sá miklu fyrir ykkur. Já. En þessi hópur, íslenski hópurinn, það hefur væntanlega verið mjög erfitt fyrir þjálfarinn að velja úr þessum hópi því að, já, þetta ekki allt svona, allir leikmennir svona svipuðu leveli? Jú, ég hugsa að þetta hefur ekki verið skemmtilega, þetta var vissulega lúxusvandamál að eiga að velja úr þessu hópi sem að Íslandi kom með, sko, en að öðru leyti skilu væntanlega erfitt að takast á við að þurfa að segja hinn og þessum hverjum þeim leikmönnum sem þessum sitt eftir að þurfa að segja þeim að þau kemur nú ekki með en það þýðir bara hann væntanlega þá með það besta liði sem hann sér sem hann hefur fyrir fram að því, sko, þannig að það ég gerir ráð fyrir að hann gangi sáttur frá allavega þessum undirbúningi í sumar. En hvernig með íslenska landslið? Þetta náttúrulega ekkert svona, við erum ekkert með það stóra leikmenni það nokkuð svona með við hinn landsliðin sem eru að keppa þarna. Nei, þetta er samt fyrðu hávaxi lið, sko, með þetta hefur verið undanfarið, sko, en það er náttúrulega Ragnar hýður þetta ansi mikið upp, sko, en nei, við erum ekki þekktir fyrir að vera í hávaxnaboltanum, sko, við erum svona meira í svona renningkönn og smólból leik, það sem að reynir mikið á bara langskotin og keislu. En svona eins og hann Ragnar Nathannesson risinn okkar,
hann bara þá svipa stór og þessir leikmenn eða er hann kannski svona, er hann eitthvað stærri en aðrir? Ég hugsa með bara að hafa með stærri mönnum sko. Það kemur ekkert óvart. Ég held að hvað hann rétt undir 2,20 eða í kringum 2,20 og það bara, ég held að það sé 7 fett og 2 eða 3 tommur sko. Þannig að þetta bara á stærri sjakk og eitthvað svona kalla sko. En íslenska landsliðið, þetta svona litla liðið þarna úti á Evrópumeistaramótinu? Já, langmeistar sko. Það þú veist svona, allavega í þessu riðli sko. Það ekkert lið þarna bara nálast okkur í styrkleikatöflunni sko. Þannig í þessu riðli, en jú, ég minna, mér var svo gaman að sjá, við vorum að mjakast að við töfluna allavega eftir leikina gegn Hollandi og þar fórum við hérna upp fyrir Bosníu til dæmis sem voru okkur nú erfiðir í undankeppninni. Þannig þetta er alltaf að fara rétt að leika það, sko. Fólk farið að taka eftir þessu litlu þjóð sem er að sprikla hérna í körfuboltanum, sko. Þannig, já, náttúrulega árangurinn er náttúrulega frekar lílegur með við svona hversu stór körfubolta íþróttin er úti í heimi. Já, hann er bara, ég trúi ekki hann að þetta sé bara fáheyrt, sko. Það er svona lítil þjóð með svona litla, já, ég meina, hvað er ekki önnur eða þriðja, allavega í topp 5 þáttöku mestu hópíþróttina, sko. Þannig að en samt svona, já, væntanlega kannski per capita er þetta mjög svipað á önnur ríki en þú skoðar sko þáttökufjöldan sko bara í heildina með við aðra þjóðir það er alltaf bara hlægilegt sko hvað við erum lítil en samt þarna á stórmóti sko. Já, náttúrulega. En þið á Karvan.is þið ætlaði að fylgja þessu landsliði alveg eftir þarna úti? Já, við verðum þarna í hvert fótmál og með öll rétt skilvík til að geta tekið þátt í öllu fjölmiðlastarfi hann úti og verðum með mannin og öllum til þess að skjóta myndir og einnig þess að verðum við þarna ég og manni að fjalla leikina og við erum virkir á Snapchat og Instagram og öllum þessum samfélagsmiðlum þannig að það verður hægt að fylgjast með bara hvert fótmál sko. Já. Og já, þið passið allan upp á risan okkar, risan hérna á Suðurlandinu? Já, ekki spurning. Já. Við munum gefa honum góðan gaum og hann verður þarna í góðum hópi hann úti og þetta verður bara sögulegt sko. Þetta verður eitthvað í algjör snill sko. Þannig að snildin að byrja og já, þið náttúrulega eftir að vera, þið verðið náttúrulega alveg snarruglar eða ekki í fréttamannastúkunni að öskra frá Ísland? Það þýðir ekkert annað sko. Það verður annars er ekki hrættur að verði lítil stuðningur þarna úti fyrir íslenska liði vegna því ég veit að það er heill hrættingur á Íslandingum að fara þann út til að horfa sko. Og verður það komið Facebook-grúppa sem heldur utanum það sem að stuðningsmennin er alltaf að gera þannig að ef ykkur er ekki komið þar inn og það er endilega að leika það upp og er að fara út þar að segja sko. Já, og það var uppseltið það gela strax á alla leikina? Jú, ég heyr ekki betur en allavega mókaðist út sko þeir mér sem að gáka í fekk sko. Þannig að þú veist þetta er allt saman og svo hefur fólk líka verið að kaupa bara í meðasölunum úti sko. Þannig að þetta, það verður alveg, verður alltaf forvitnilegt að sjá hvernig stúkan verður á litin sko að því mann og eftir á heimsmeistaramótinu núna hvort það var í fyrra þegar Finnar voru mættilegs þá var ansi litrík í stúkunni og það var gaman að fylgjast með þeim þannig að það verður vonandi að Ísland kannski taki færi eftir þeirra fordæmi og liti í stúkuna að þau góðri gleði og stegi okkar stráka vel sko. Já, nákvæmlega. Hörður, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og já, við ætlum að enda þetta á sögustund með honum Ragnari sem þið eru með hérna. Já. Bara bestu þakkir og gangi ykkur vel. Já, það er ekki leið. Takk kærlega. Takk sem leiðis. Áfram Ísland. Áfram Ísland. Já, við endum þetta náttúrulega á Ragnari Nathanssoni sem er með sögustund. Já, það er mín fyrsta landsliðsreynsla undir 16. Hafði ekkert gríðlegan áhuga á körfubolta en ég var plataður á æfingu og
Benni Gumm var að þjálfa hana og minni mig og við vorum eitthvað, maður ekki hvað vorum að gera en ég hafði meiri áhuga á því að spila á luftgítar heldur en að æfa og strákunum fannst það svolítið skrítið að við vorum kannski að hlaupa eitthvað og þá var ég bara svona slapp á bassann og var ekkert að fylgjast með æfingunni og hafði engan áhuga að vera á æfingunni og það svona fyrsta svona reynsla strákunum af mér í landsliðshópnum. Luftgítar? Luftgítar, já, það var Má við ekki dæmi hérna, eitt gott? Það er sko hérna, slá hérna á bassann. Slap at the bass.